Fjarlægin hitakerfi milli tveggja punkta raun og veru það sama eins og lengdin á strikinu á milli þessari tveggja punkta og reiknuð með þessari formúlu. Það er að segja að við erum með punktana A sem er með hniti x1, og B sem er hniti x2, þá getum við reiknað fjarlægina á milli þeirra með því að finna mismunin á x-hnitunum og setja hann í annað veldi og finna mismun á y-hnitunum og setja hann líka í annað veldi og leggja saman þessar tvær tölur og draga kvadratrót eða ferningsrót af þeim. Nú, við ætlum að sanna þessa reglu áður en við notum hann í dæmum og við byrjum á bara einfaldri skýringamynd. Hérna erum við búin að setja punktana A og B og við höfum ekki gefið okkur neitt varðandi A eða B. Þannig að í raun og veru gæti þessi mynd lítið öðru sjót. A gæti eins verið ykkur starf fyrir ofan B eða lengra til hægri, það myndi ekki breyta neina varðandi framhaldið. Við setjum enga kvarða á ásana vegna þess að þetta vera hvaða punktar sem er. En hérna höfum við sem sagt punktana A og B og strikja á milli þeirra. Nú, það sem við gerum í sönnuninni fyrst og fremst að við byrjum á því að draga lóðréttu línuna x jafnt og x1. Þetta er sem sagt lóðrétt lína sem liggur í gegnum punktin A og hefur þar alveg safn allra punkta sem hafa sama x-hnit eins og punkturinn A. Hún þá lítur einhvern veginn svona út. Línan með jöfnuna x jafnt og x1. Síðan ætlum við að draga lárétta línu í gegnum punktin B. Og lárétta línan hún lítur að hafa sama y-hnit eins og punkturinn B. Þannig að þá fáum við y jafnt og y2. Hún lítur þá svona út. Það sem við fáum með þessu réttindi þríðningur vegna þess að láréttar og lóðréttar línur eru hornréttar hvora aðra í hnitakerfum. Og þegar við búum til þessar tvær línur þá sjáum við það að þær skerast í einu punkti og við ætlum að kalla þennan punkt stóra C. Hann semst með x-hnitið x1 af því hann liggur á þessari línu x jafnt og x1 og hann með y-hnitið y2 veist hann liggur á láréttu línunni. Og þá fæst þessi réttindi þríðningur ABC með stóra C jafnt og x1, y2. Fyrst hann réttindur, þá gildir Pýþagórasarregla í honum. Og við vitum líka að skammhliðarnar, svo við skoðum það líka, skammhliðarnar hans eru annars vegar fjarlægin frá A og upp í C og hins vegar fjarlægin frá B yfir í C. Og þessi hlið AC, þessi lengdin hérna á milli, lengdin á henni bara mismunurinn á y-hnitunum. Þannig að við setjum hérna y2 mínus y1 en við þurfum að setja algildi utanum vegna þess að við vitum í raun og veru ekki hvor talan stærri, y2 eða y1. En að þetta fjarlægð þá viljum við hafa hana jákvæða eða allavega ekki neikvæða. Hin skammhliðin, hún heitir þá BC og strikið frá B og yfir í C og lengdin á því strikið að þeirri hlið algildið af mismunni x-hnitana. Þannig að við drögum x1 frá x2 og finnum algildið af því og þá erum við komið lengdin á BC. Nú, að þetta réttindi þríðningur, þá gildir Pýþagórasarreglu og þá fáum við að langhliðin í öðru veldi jafnt og skammhlið í öðru pluss skammhlið í öðru. Langhliðin alltaf sú hlið sem liggur beint á móti rétta horninu og rétta hornið hérna við punktinn C en skammhliðarnar eru hinar tvær. Þannig að við getum tekið hliðarna BC og AC og sett í annað veldi og lagt það saman. Útkoman verður AB í öðru veldi. Við vitum síðan hvað BC og AC eru þannig að við skrifum það bara. BC x2 minus x1 og að því að BC í öðru veldi þá setjum við þessa stærð í annað veldi líka. Hérna vitum við líka, fyrst að við erum að setja töluna í annað veldi, þá vitum við að útkoman út úr þessu verður ekki neikvæð og þar af leiðandi þurfum við ekki lengur að vera með algildi utanum. Þannig sama hvort að þessi mismunur jákvæður eða neikvæður, þá verður alltaf ekki neikvæð tala sem kemur út úr þessu. Nú, gerum það sama við AC, þarna eru komin y-hnitin í staðinn
Og ef við ætlum að einangra AB þá tökum við bara ferningsrót af öllu heila klappinu. Og af því að við vitum að stærðin AB er fjarlægð, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur að setja plús mínus hérna. Það þyrftum við almennt séð að gera ef við vorum að leysa svona jöfnu, en þetta er fjarlægð og hún er alltaf ekki neikvæð, þannig að við þurfum ekki að setja mínustölu. Við skulum reikna dæmið sem styðst við þessa reglu. Finnum lengd striksins AB ef A er jafnt á 3,5 og B er jafnt á mínus 1,7. Þetta snýst raun og veru bara að setja beint inn í jöfnuna. Strikið AB er jafnt og, nú búið til ferningsrót, finnum mismunum x-netrum, það er að segja seinna mínus fyrra, setjum það inn í svigan og svíin er í öðruveldi. Svo kemur plús og næsti svíi, það er seinna umslónheitið, mínus fyrra umslónheitið, semst 7 mínus 5, setjum útkomin í annað veldi. Þá þurfum við bara að einfalda þessa rót. Mínus 1 mínus 3 eru mínus 4 og 7 mínus 5 eru 2. En annað veldi heldur sér bara. Nú reiknum við út úr þessum veldum og fáum hann að 16 pluss 4 undir rótinni. Það er 20 sem er 4 sinni 5 og þá getum við tekið rótina 4 sem er 2 en ferningsrótina 5 verður að vera áfram. Nú, önnur leið til þess að nýta þessa jöfnu er ef við höfum gefið eitthvað annan punktinn og fjarlægina, svo vantar eitthvað hinn punktinn. Til dæmis þarna, punkturinn A sem er jafnt á x jafnt á mínus 3 er í fjarlæginni 3 rótina 5 frá punkturinn B jafnt á 4,-6. Finnum öll möguleg gildi á x. Þannig að við höfum semst gefið annan endapunktinn og hluta af hinum endapunktinum. Við þurfum að hafa allan annan hniti til að geta reiknað þetta, en síðan höfum við fjarlægina gefna. Og lausnin felst einfaldlega í því að setja inn í formúluna allt sem við vitum. Og við vitum fjarlægina AB, það er þessi 3 rótina 5, kemur á sinn stað hér. Við vitum x-nitið úr B, það kemur hérna 4, en síðan verðum við að skrifa bara mínus x, af því við vitum ekki x-nitið úr A. Þetta kemur í öðru veldi, plús, og nú finnum við mismun umslónhnitana, mínus 6, mínus 3 eða plús 3. Útkoma sett í annað veldi og allt saman undir rót. Við skulum einfalda þetta eins og við getum og besta leiðin til þess er í raun og veru bara að hefja báðar hliðar upp í annað veldi. Þá fáum við 3 í öðru, þurfum að muna að setja báða þætti nefnilega í annað veldi. 3 í öðru veldi gefur 9 og rótina 5 í öðru veldi gefur 5. En hægri hliðin, hún einfaldast þannig að stóra rótin er öll sett í annað veldi og þar landi hverfum bara. Þannig að eftir stendur bara það sem var inn í rótinni áður. Nú, við höfum raun og veru 2 leiðir til þess að reikna þetta dæmi. Annars vegar getum við reiknað út úr þessum svega, sérst liða þessa hérna stærð, einfaldað eins og undir og leyst þetta sem annars til sjöfnu. Hin leiðin er í raun og veru yfirþægilegri sem er að einfalda allt annað en svegan en leyfa honum að halda sér. Og þið sjáuð hvernig þetta verður tiltölulega þægilegt. 9 sinnum 5 eru 45. Leyfum sveganum að halda sér en reiknum út úr seinni stærðinni, seinni liðinum hérna. Mínus 3 í öðru veldi verður bara 9. Við tökum 9 og færum yfir á vinstri hlið og fáum að 36 er jafnt á 7 í öðru veldi. Og þá sjáum við þetta tiltölulega þægilegt. Ef við tökum ferningsrót báðum megin, þá verður það þannig að þá losnum við þetta annað veldi hér. Þá þurfum við reyndar að skrifa plús mínus rótina 36 er jafnt og 4 mínus x. Þannig að annað veldi hverfur hérna þegar við tökum rótina. Og hérna getum við tekið x, fært yfir á vinstri hlið til að fá það í plús. Og tökum plús mínus rótina 36, færum yfir á hægri hlið. Og fáum að x er jafnt og 4 plús mínus 6, rótina 36. Og ef við reiknum út úr þessu fáum að x getur ýmist verið 10 eða mínus 2. Ef við skoðum þessa lausn á þessa mynd, þá sjáum við að við getum byrjað á því að teikna hérna punktin B
4,-6. Hann kemur hér. Síðan vitum við að punkturinn A er með y-hniti -3. Þannig við getum teiknað láréttu línuna y-jafnt og -3 og aðtöku hvernig það lítur út. Og verður þá svona. Þessir hérna eru þá allir punktar sem að gætu verið A. En einhverju þeirra eru í minni fjarlægðar á B heldur en þessi 3,5. Til dæmis þessi hérna punktur, 4,-3, hann er í fjarlægðinni bara 3 frá B. Hann er úr nálagt. Þessi punktur hérna, ef við segjum bara hér, 12,-3, hann er úr langt í burtu. En ef við ætlum að finna alla punkta sem eru í þessari fjarlægðina frá punktunum B, þá teiknum við bara hring. Þessi hringur er safn allra punkta sem eru í þessari fjarlægð frá punktunum B. Fjarlægðin er 3,5 og er bara radíus hringsins. Þá sjáum við það að þessi hringur hann skerst við þessa grænulínu á 2 stöðum, en þetta er akkurat þessi 2 punktar sem við vorum að reikna út. Sérst A1 sem er 10,-3 og A2 sem er -2,-3. Það þarf ekki að teikna svona skýringarmynd í hvert skipti sem svona dæmi er reikna, en það hjálpar nú oft að sjá myndrænt hvernig lausnin er fengin.